Ég heiti Bryndís og vinn hjá Hæfnisetri ferðaþjónustunnar. Í dag þá ætla ég að sýna ykkur einfaldar leiðir til að bæta flokkunarárangur hérna inn á hæfni.is. Þá finnið þið þetta efni undir stuðningsefni. Og ástæðan fyrir að við vildum gera einföld ráð fyrir ykkur og öllunum ferðaþjónustufyrirtæki er af því það verður breytingar á lögunum í úrgangsmálum á síðasta ári og það byrja að rukka fyrir að flokka vitlaust og þess vegna og út af samfélagslegri ábyrgð þá er rosalega mikilvægt að flokka rétt. Það getur orðið mjög dýrt fyrir budduna og fyrirtækið ef þetta er ekki gert faglega. Svo við ætlum bara að kafa í ráðin. Þetta er byggt upp sem mjög einföld ráð. Við byrjum bara á númer 1. Númer 1, að tryggja að alla tunnur sé til staðar í ruslageymslu til að taka á móti flokkuninni. Og þetta er annað hvort ruslageymslan sem er úti eða inn í einhverju ruslarými, en það þurfa þessi 7 flokkar að vera til staðar. Pappír, plast, matarleifar, blandaður úrgangur, málmar, gler og svo textíl. Og númer 2, svo þarf að passa að innanhúsflokkunarýlát sé til staðar líka. Það er of seint að fara að flokka þegar maður kemur út á útisvæði eða ruslasvæði. Það verður að gera þetta inni á flokkunarstöðum og setja á alla stöðuna sem þurfa að halda, þó það sé á mörgum stöðum. Og ef að þetta sé ekki opinberlega meðal gesta, þá getið þið alveg nota hvaða innanhúsílát sem er. Þið fáið eflaust mikið af ílátum eins og undir egg og mænu stór ílát sem þið getið bara merkt rétt og nota til að flokka. Og þá komum við inn á merkingarnar. Það er mikilvægt að merkja tunnur og ílát með samnöfndu merkingum. Þið fáið allar þessar merkingar inn á fenur.is, það er hérna hlekkur inn á það. Og svo getið þið keypt límmiðamerkingar. Svo getið annað prenta út og límt á sjálf eða keypt límmiðamerkingar hjá ykkar þjónustuaðilum. Og síðan er mikilvægt að notast við viðeigandi poka. Og það eru bréfpokar sem er notaðir fyrir matarleifar og það eru glærir pokar sem eru fyrir endurvinnsluefni og almennt sorp. Og það er mjög mikilvægt að þetta séu glærir pokar af því að allt sem fyrir í svartan poka, það er flokkað í almennt sorp og allt sem fyrir í almennt sorp, það er dýrari flokkur. Svo því meira sem flokkað, því ódýrara fyrir reksturinn. 5. Prenta út flokkunarleiðbeiningar fyrir starfsfólk. Og hér er búið að hlekkja inn á bæði íslenska gámafélag og Terra, þau eru með afbragðs flokkunarleiðbeiningar tilbúin fyrir ykkur. Það er hægt að prenta allt út og setja leiðbeiningar hjá innanhúsflokkunarýlátunum. Og svo mikilvægur punktur hérna, vissir þú að ef það skilja eftir rusli, ef starfsfólk er að skilja eftir rusl á gólfi eða það eru yfirfullar tunnur, þá er rukkað auka losunargjald fyrir það. Það getur verið dýrkeypt. Og svo náttúrulega mikilvægt að fylgjast með hvernig tilgengur. Það þarf að fylgjast með hvort það sé verið að flokka rétt. Það þarf að taka upp umræður á starfsmannafundunum og það þarf að fá allir lið með sér. Þið getið fengið fólki til að taka þátt, þið getið fengið uppástungur um hvernig sé hægt að gera betur og hverju séu hindranir við að flokka. Og þannig er hægt að leysa hindranir saman. Og síðan þarf að nota tímann til að innleiða þessi skref, innleiða þessar breytingar, leggja sífellt áherslu á þetta. Það eru stjórnendurnir sem leggja línurnar þarna, það er mikill hraði. Ég veit ekki geirum, ég þekki það sjálf. En maður gerir það sem mann er sagt að mestu leyti. Og því betri ferla sem er til staðar, því meiri áhersla, því meiri líkur á að starfsfólki geri það. Og ef þið séu út á landsbyggðinni, þá er kannski gott að vita að almennt sorp fer í urðun, sem er ekki gott. Það má breytast. Hér á höfuðborgarsvæðinu fer flest sorp almennt sorp í orkunýtingu. Svo bravo, höldum því áfram. Fræðsluefni flokkun hjá þjónustuaðilum. Allt í boði hérna. Það er búið að leggja beint inn á þetta. Það eru líka 2 fræðslumötin í boði, hvernig að flokka plast, hvernig að flokka pappír. Þetta var mjög hröð yfirferð yfir þessa síðu, en nú liggur boltinn yfir hjá ykkur stjórnendum í veitingageiranum að skoða hvernig þetta er innan hús hjá ykkur, skoða hvort þið þurfa að taka umræðuna betur upp með starfsfólki, skoða hvar séu hindranirnar og fylgjast með hvort að það sé í raun og veru verið að
flokka rétt, jafnvel verðlauna þau sem eru mjög dugleg í því. Og takk fyrir.